Hafið er ekki bara áhrifavaldur í pólitík og atvinnulífi. Það hefur veitt innblástur í myndlist og skáldskap þjóðarinnar. Sjómennskan hefur haft á sér ævintýrablæ í augum Íslendinga og markað djúpspor í menninguna. Hafið kemur mjög mikið við sögu í íslenskum skáldskap að fornu og nýju. Allt frá Agli Skallagrímssyni til skálda á okkar dögum. Ef ég ætti að nefna eitt skáld sem yrkir öðrum betur hafið, þá væri það Einar Benediktsson. Og í hans skáldskap þá verður hafið í rauninni tákn og endurspeglun á lífinu. Ef við svona sem nútímamenn hugsum til hafsins, ef við tengjum það skáldskap, þá það kannski fyrst og fremst dægurmenningin sem gerir hafinu skil í gegnum sjómannateksta og önnur slík ljóð. Og þá blasir við okkur þessi kannski dálítið upphafna mynd af sjónum. Þetta er goðsagnakennd mynd, þetta eru hetjur hafsins, sjómennirnir. Sum dægurskáldanna afhjúpa goðsögnina hafið og sjómanninn. Þegar fram í sækir þá koma fram textasmiðir sem fara að grafa undan þessari goðsögn. Það er talað svokallað guanó-rokk. Þegar höfundar eins og Bubbi Morthens koma fram og fara að deila á þessa glansmynd af sjómennskunni og fiskvinnslunni. Það eru mjög fá skáld sem ekki yrkja einhvern tímann hafið. Það kemur við sögu. Hafið er svo nálægt okkur Íslendingum. Við erum eyþjóð.